Velkomin í verkstæði Unimax. Nafn mitt Tomo Krausenski og í þetta skipti vil ég kynna ykkur fyrir tækjum frá merkinu Rockler. Til að líma samskeyti á svokölluðum samsetningartöppum. Ef þú hefur einhver tíma, reynd að búa til einhvers konar kassa og nota samsetningartappa til að tengja hornin, þá hefur það líklega velt fyrir þér hvernig á að pressa það saman og hvernig á að klemma það með klemmu. Það sem tapparnir eru oftast gerðir aðeins lengri til að ná út fyrir vegg kassans svo að þú getur slípað þá slétta eftir að límið hefur þornað. Þetta útilokar að nota hefðbundna klemmu beint í hornunum og leið og þú notar hana aðeins nær miðju veggsins, þá verður töluverð sveigja og í þessu sveifa ástandi þornar límið og þá verður kassin einfaldlega afmyndaður. Sem, ef hann er opinn, frekar fagurfræðilegt vandamál. En leið og þú vilt setja lok á það, hvort sem það er ofanfrá eða með því að renna því inn frá hliðinni, þá verður það vandamál. Ég hugsaði einu sinni hvernig á að leysa það. Mér datt í hug að nota svona kambus sem myndi passa nákvæmlega á milli pinnana og síðan herða það með venjulegum klemmum. Og þegar ég komst að því að einhver annar hafði svipaða snilldarhugmynd, og ég, en gat líka framleitt það og selur það, þá bað ég allar, 3 stærðirnar. Sá minnsti fjórðungur tommu svartur, sá gráa 3/8 og sá blái hálf tomma. Ef tommu segir þér ekkert, þá nóg að muna að þetta 6,30 og 5. Þetta það bil 9,5 og þetta 12,7 mm. Ég líka með verkfæri til að búa til samsetta tappar á borðsög sem eru gerð beint fyrir þessar stærðir svo það veldur mér engum vandræðum. Svo, hvað bragðið? Bragðið í því að kamburinn þrýstir í rauninni á bilin á milli tappana þannig að það pressast fallega saman, jafnvel þó að tapparnir séu lengri og nái út fyrir vegginn á kassanum. Snjallt að það einnig bogið að utan þannig að þú getur notað hvaða beltabönd sem og skurðirnir sem þú sér þér voru upphaflega hugsaðir fyrir mynd svo þú getur sett mynd þar og þannig stift stöðu beltisins á öllum 4 hornum jafnt frá brúninni. Og beltið rennur ekki af. Því miður þetta gert fyrir þunna mynd, aðeins 1,5 millimetra, sem eru kannski einhverjir amerískir sendar en engin íslensk mynd passar í það. Svo þú þyrftir að skera eitthvað úr þunna málmi. En þetta bara stöðningsverkfæri. Þú getur notað það, en þú þarft ekki. Ef þér finnst að þessar undirbúningshlutir séu frekar stuttir og þú vilt kannski hærri kassa, eða ef tengingin á sameinuðum pinnum verður einfaldlega lengri en lengd undirbúningsins, þá getur þú raðað þeim saman í hvaða magni sem og þeir tengjast fallega saman. Það líklega allt sjálfa hornundirbúningshlutina. Og núna myndi ég líka vilja fjalla stuttlega þessar bandklemmur sem eru líka frá Rockler og ég vildi prófa þær strax þegar ég var nú þegar með þær hér. Þetta í grundvallaratriðum klassíski nýlon, tommu sem þýðir það bil 25 mm breiðar, ólar eða bönd. Og það áhugaverðasta. Við þetta líklega tannhjólsbúnaðurinn sem töluvert öðruvísi en klassíska tannhjólið. Auðvitað hægt að nota það líka, en þetta hefur nokkra smáa kosti sem gætu sannfært þig að fyrir tíða vinnu sé þessi tegund kannski betri. Fyrst af öllu, þá vefur ekki upp á lausa endan. Heldur fasta endan. Lausi endin dreginn í gegnum sjálflæsandi læsingu, þannig að þú getur handvirkt heftað svo mikið að það haldi sjálft. Nokkuð vel. Og fyrst, með skralljunni herðir það að lokakraftina. Á sama tíma mjög auðvelt að losa það því það nóg að ýta á sjálflæsandi læsinguna og þá það strax laust. Þú þarft ekki að fikta við neitt eða vinda upp á lausa endan og svo framvegis. Og síðast, en ekki síst það kostur að það hefur flatan botn sem minnkar hættuna á að skemma kassan. Ef þú væri með mjög viðkvæman flöt, þá getur þú keypt sérstakar mjúkar mottur sem hafa einnig gúmmílykkju, það sem þú getur fest, saman við ólina, þegar hún geymd. En það alls ekki nauðsynlegt, það virkar líka án þess. Á meðan hefðbundin skrúfjárn hefur skarpar brúnir, að neðan sem gætu skemmt yfirborðið, en þú getur auðvitað búið til einhvers konar verndandi innlegg. Undir það. Svo að lokum. Þessir hornbúnaður eru örugglega frábærir, og ef einhver límir mikið af þessum samskeytum, þá mun hann örugglega nýta sér þá. Þessar borðklemmur eru frekar eins og kirsuber á köku. Mér líkar þær, mér gengur vel að vinna með þeim, en þær eru alls ekki nauðsynlegar til að þú getur framleitt eitthvað slíkt.
Venjulega stuttbuxur eru nóg, svo það undir þér komið hvað þú ákveður. Tengla á allar vörur finnur við í lýsingunni undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa og ég hlakka til að sjá ykkur í næsta myndbandi frá Unimax verkstæðinu.